Ja, Andrea, komin í Laugaveginn aftur. Yes, 4. ári í röð. 4 ári í röð, hvernig er tilfinningin? Bara eins og maður sé að fara í fyrsta skipti, sko. Þetta er einhvern veginn, maður er alltaf jafn spenntur fyrir þessu geggjaða hlaupi, sko. Já, hvernig er hérna, nú ertu búin að vera eitthvað að hlaupa í sumar og þú varst að hlaupa hvað, síðustu helgi? Já, ég skellti mér í 50 km Dyrfjallahlaup síðustu helgi. Já. Sem svona, auðvitað er ekkert optimal til þess að reyna að ná sem bestum árangri hér. En ég ætlaði ekki að hafa Laugaveginn sem aðalfókusin í ár. Ég ætlaði bara svona að fara hana, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Þannig mér fannst alltaf læg þótt að væri smá þreyti í mér. Þetta eiginlega bara gerði þetta meira spennandi að því að ég fari í 4. skiptið og mér langaði að leggja inn í eitthvað auka challenge og sjá bara hvernig skrokkurinn er eftir það. En ég tók það alls ekki all out, það var bara upp á gamanið en svo einhvern veginn er ég orðin svo ótrúlega peppuð fyrir Laugaveginn þannig ég svona, vonandi er ég ekki eitthvað þreytt þegar mér langar bara að stefna bætingu, sko. Líður bara vel í dag, sjálfsagt, þrátt fyrir þetta? Já, ég held það bara. Það er auðvitað búin að vera smá þreyti í mér í vikunni. En ég held ég er bara sjaldan verið í betra formi, sko, og betra standi. Þannig að þú ætla bara svolítið kannski að láta tilfinninguna ráða núna? Algjörlega, en samt líka elta Sigurjón og Grétar og Egil. Þannig vonandi nægja hangið þeim sem lengst. Já, spurning hvort þú heldur þú séns í tímaðinn frá því fyrra? Ég er sko svona, ég hélt kannski ekki, en það er auðvitað markmið A, en ég ætla ekki að svekkja mig á því ef það tekst ekki, en það er auðvitað markmið. Já, hvernig þetta, eins og ég segi, 50 km síðustu helgi, en svona fyrir hluta sumars, hvað ertu búin að vera eitthvað að æfa fyrir þá hvað? Já, náttúrulega, í byrjun júní var EM í fjallahlaupum, þá var ég alveg bara að æfa helling í Esjunni og hæðametra og svona og hljóp þar náttúrulega 58 km og svo beint eftir það fór ég bara að fókusera á hlaupabrautina, bara 1500, 3000 og 5000, þannig þá fór ég í hraða og nú er þetta búið að sameinast í fullkomið form fyrir Laugaveginn, bæði brekkur og langt og hraða á brautinu, þannig það er vonandi bara eitthvað hraðalaugavegur framundan núna. En haustið, seinni hluti sumars og haustið, hvað er þá? Já, það er svona aðeins óplanað hvað ég ger í ágúst, allavega bara Reykjavík-maraþonið, mögulega fer eitthvað erlendis, svo er það bara Valencia 1. des, mæti maraþonið þar og stefna á einhverja æfingabúðir í nóvember. Herru, flott gangi þér rosalega vel núna. Takk hérlega.